Forsætisráðherra segir engin áform að flýta þingkosningum og lýsir enn yfir fullum stuðningi við Davíð Oddsson seðlabankastjóra. Og aftur kemur forsætisráðherra við sögu og segir enga viðhorfsbreytingu hafa orðið á afstöðu sinni til setu seðlabankastjóra. Hann hefur áhyggjur af ólgunni í samfélaginu en segir það rétt hvers manns að mótmæla. Telma Tómasson. Gríðarleg reiði ríkir meðal almennings hér í landi og voru meðal annars hávær mótmæli hér fyrir framan Alþingi liðina helgi. En hvað segir forsætisráðherra við því? Sko ég auðvitað virði hvern þann mann sem að kýsa mótmæla og gera grein fyrir skoðunum sínum í tilefni af því ástandi sem upp er komið. Það er bara réttur hvers manns í lýðræðislegu þjóðfélagi og nákvæmlega ekkert við það að athuga. En það er verra þegar menn grípa til þeirra ráða að kasta eggjum í Alþingishúsið. Það er ekki hægt að líða slíka framkomu. Hann hefur áhyggjur af ólgunni í samfélaginu. Ég gerir mig grein fyrir því að það er reiði og gremja hjá mjög mörgum. Við erum að reyna að ná utan þetta í ríkisstjórninni eftir því sem að hægt er og með því meðal annars að veita eins miklar upplýsingar og við mögulega getum alla þætti málsins. En það er alveg ljóst að það hafa margir orðið fyrir fjárhagslegu tapi og fólk á sárt að binda, en það skiptir miklu máli þá að snúa bökum saman og reyna frekar að efla samstöð í þjóðfélaginu en ekki sundrung. Engar áætlanir eru þó að víkja seðlabankastjóra þótt margir krefjist þess. Það hefur ekkert breyst sem kallar á breytta afstöðu að minni hálfu í því máli. Fyrrverandi bankastjóri lætur þung orð falla seðlabankastjóra, skiptir það engu máli? Nei, ég get náttúrulega ekki verið til vitnis það hvað mönnum hefur farið í milli í enga samtölum, það er nú bara svoleiðis.